Nóni Sær Ásgeirsson var 8 ára gamall þegar hann lamaðist fyrir neðan mitt í alvarlegu bílslysi fyrir rúmum 2 árum. Litla systir hans Svandís Þula lést í slysinu. Faðir þeirra gagnrýnir harðlega þau lög og reglur sem gilda örorku og skaðabæturnar sem fólk á rétt á í svona tilfellum. Tryggingafélagið sem greiddi Nóna Sæ bætur fékk 15 milljón króna frádrátt af bótagreiðslunum vegna þess að Nóni á rétt á örorkubótum þegar hann verður 18 ára gamall. Lögmaður Nóna Sæs fullyrðir að börn sem lenda í svona alvarlegum slysum séu dæmd til fátæktar alla framtíð af ranglátu kerfi. Við skoðum málið eftir augnablik. En við byrjum á baráttu Nóna Sæs og föður hans sem telja það vera hróplegt óréttlæti að tryggingafélag þurfi ekki að greiða honum nema helming þeirra skaðabóta sem honum voru dæmdar vegna örorkubóta sem hann fær síðar á lífsleiðinni. Og Sigmar og Sigurður Jakobsson hafa skoðað þetta mál. Laugardaginn 2. desember árið 2006 var Ásgeir Jónsson, 2 barna fráskilinn faðir, á leið heim til sín til Þorlákshafnar frá Reykjavík. Í bílnum með honum voru börnin hans 2, Svandís Þula 5 ára og 8 ára gamall sonur hans Nóni Sær. Við Sandskeið varð harður árekstur þar sem bíll Ásgeirs skall framan á bíl sem ók á röngum vegarhelmingi vegna framúraksturs. Svandís Þula lést í slysinu, einnig farþegi í hinum bílnum. Nóni Sær lamaðist fyrir neðan mitti. Hæstiréttur og héraðsdómur voru sammála að slysið varð vegna framúrakstursins og var bílstjórinn dæmdur í ársfangelsi fyrir stórfellt og vítavert gáleysi við akstur. Meðal annars var litið til þess þegar refsing var ákveðin að hann hafði 9 sinnum verið staðinn að hraðakstri eftir slysið. Ökumaðurinn var tryggður hjá VÍS. 2 árum eftir slysið liggur fyrir fullnaður uppgjör á þeim örorku og miskabótum sem Nóni Sær á rétt á. Hann fær þjáningabætur og bætur vegna varanlegs miska og sá hluti ekkert skertur. En langstærsti hluti bótana vegna þess að varanleg örorka hans var metin 100%. Vegna örorkunar þarf VÍS að greiða honum ríflega 29,5 milljón króna. Ákvæði í skaðabótalögum hefur hins vegar þau áhrif að framtíðarbætur Nóna frá Tryggingastofnun koma til frádráttar. Frádrátturinn nemur ríflega 15 milljónum króna og því fær hann ekki nema tæplega 14,5 milljón af þessum 29 milljónum. Með öðrum orðum, Tryggingafélagið VÍS losnar við að borga rúmlega helmingin af bótunum vegna varanlegu örorkunar vegna þess að áætlaðar bótagreiðslur til Nóna frá ríkinu frá 18 til 67 ára aldurs dragast frá greiðslu tryggingafélagsins. Því má segja að ríkið borgi þarna ríflega 15 milljónir króna fyrir tryggingafélagið og það sama á við í öðrum svona málum. Sem manni finnst með hreinum ólíkindum að tryggingafélag skuli hafa heimild samkvæmt lögum að skerða bætur, skaðabætur, þetta náttúrulega skaðabætur, þetta ekki örorkubætur í raun og veru, þetta skaðabætur. Út á greiðslur sem Tryggingastofnun kemur til að borga frá 18 til 67 ára aldurs. Og þessar greiðslur frá Tryggingastofnun nema 130.000 krónur á mánuði með sótreikninga. Þannig að þetta svona ekki háar tölur að ræða sem að vera að ræða þarna í greiðslum á Tryggingastofnun. Best finnst manni þetta svo að horfa upp á það þegar maður átt að segja á því að þessi 130.000 krónur á mánuði geta svo verið skertar ef hann á peninga inn í sjóð þegar hann verður 18 ára. Því þá hefur hann orðið fjármagnstekjur og þá hægt að skerða þessu 130 skall, þannig að skerðingin komin í hring. Mér finnst persónulega miklu eðlilegra að tryggingafélögin borgi fullar skaðabætur og skerðingi sé hjá Tryggingastofnun. Ef hann hefur það, hvort sem hann eða einhver annar sem hefur tekjur þegar hann verður eldri, að þá sé það Tryggingastofnun sem að skerðin ekki sé skerðingar á báðum stöðum. Það einlega skerðingar hringið aldrei enda vel. Og hvað finnst þér þetta? Þetta bara fáránlegt í raun og veru, það einlega sem hægt að segja það. Því að ég held bara fólk, fólk sem þegar ég segi þetta oft, þá bara hváir fólk og það finnst engin sem sagt skilja alveg af hverju verið með tenging á milli frá Tryggingafélagi til Tryggingastofnunar. Við getum stilt upp dæmi barn sem fer mjög illa í slysi að getur ekkert gert. Það fær 130.000 krónur á mánuði, fær skerðingu þessa tölu líka á örorkuna hjá sér frá skaðabótunum. Þetta náttúrulega bara brot í hött, það einlega sem þetta að segja. En hvernig heldur að syni þínum geti vegna fjárhagslega með þennan grunn sem að fá út tryggingunum? Hann vonandi á þegar vegna vel þannig lagði þetta, veit maður svo sem ekkert það. Hann náttúrulega svo sem hefur efri partina líka með góðu lagi, þannig að það er svo sem ekkert sem að
það veit það bara enginn í dag og þess vegna finnst manni það sé lágmarki að hann farið að skerða eitthvað að það sé komið í ljós. Það sé miklu betra að þegar það kemur í ljós að menn hafið það ágætt, þá sé allt í leið sem það lítur úr eðlilegri röð. En það borga með náttúrulega tryggingarnar til tryggingafélagana og eins og þessu tilfelli ábyrgðartrygging á bíl, þá tryggingafélagið að ábyrgjast að greiða þeim sem bíllinn veldur tjóni, það tjón sem þeir verða fyrir. Og þess vegna skilur maður ekki af hverju að vera með þessa tengingu yfir í hitt. Það lítur að vera tryggingafélagið búið að lofa því ábyrgjast þetta. Það lítur þá að vera eðlilega að tryggingafélagið að borga þetta á tryggingastofnunar þá, ef út í það farið. Og rökin eru þau, ég hef alveg heyrt þau að það menn eigi ekki að vera betur settir eftir slys heldur við fyrir. Það að segja ef þeir fá allar þessar bætur og þá séu þeir miklu betur settir fyrir og þó þeir fá 130.000 krónur á mánuði svo eftir. Ég verð nú að segja svo en mér finnst þetta mjög létt að rök að halda það þó að einhver krakki sem að verði í hjólastól fyrir lífstíð fara að hafa það eitthvað betur þó að hann eins og ég held að þessi afskaplega hæpið að halda hann geti nokkuð tíðan haft það betur heldur en að þó hann fengi þessar bætur óskertar, ég held að það geti aldrei orðið og þú metur auðvitað ekki. Það auðvitað margir hlutir sem metur aldrei til peninga, það heldur menn gleyma því stundum. Tryggingar náttúrulega snúast það að tryggja fólki þannig að geti haft það sæmilegt, en suma hluti ekki þetta meta til peninga. Óðinn Elísson lögmaður Nóna í þessu máli. Hann segir útkomuna skelfilega fyrir hann og reyndar önnur börn sem lendi í alvarlegum slysum. Skelfilega. Hann kemur mjög illa út úr þessu bótalega séð og þær bætur sem hann fær eru mjög lágar og þá má ég segja að það sé búið að dæma hann til fátæktar til framtíðar eins og svo mörg börn sem lenda í slysum af þessum toga, alvarlegum slysum. Sem fyrr segir það ákvæði í skaðabótalögum sem veldur þessu. Skaðabótalögin voru sett árið 1993 og voru að mestu upp úr danskri löggjöf. Þau þóttu ekki reynast vel að öllu leyti. Árið 1999 var gerð breyting á lögunum sem átti sérstaklega að bæta bótarétt barna, skólafólks og þeirra einstaklinga sem eru heimavinnandi. En það var svona smá böggull sem fylgdi skamrifi að það var sett inn ákvæði í lögin þá sem að kvaða það að bætur frá Tryggingastofnun ríkisins eða fólk átti rétt á bótum frá Tryggingastofnun ríkisins eftir slys eða úr lífeyrissjóði skyldi dragast frá bótunum sem menn fengi frá tryggingafélagi með tilteknum hætti. Og fyrir börn sem slasast alvarlega þá þýðir þetta það að bótarétturinn réttur sem þau eiga hjá Tryggingastofnun ríkisins vegur mjög þungt inn í bótum sem þau fá frá tryggingafélaginu. Þetta þýðir það að einstaklingur sem slasast alvarlega og hlýtur 100% varanlegu örorku kannski af slysi að bætur sem hann fær frá tryggingafélaginu vegna réttinda sem skapast í Tryggingastofnun ríkisins skerðist alltaf, getur skerst 40%. Sem þýðir það að einstaklingur sem ætti kannski að fá 38 milljónir í bætur, hann kannski að fá 22-23. Og þetta ósanngjarnt? Þetta mjög ósanngjarnt og þetta allt of lágar bætur sem einstaklingur fær. Óðinn fullyrðir að tryggingafélögin hafi þrýst mjög á að þetta ákvæði yrði sett í lögin. Niðurstaðan sé hins vegar sú að þarna vitlaust gefið. Og ekki bara einu sinni heldur tvisvar, því að í lögunum sé einnig miðað við lágmarkslaun þegar bætur eru ákvarðaðar til barna, skólafólks og heimavinnandi einstaklinga. Þetta þýðir einfaldlega það að bæturnar sem þessi einstaklingar fá fyrir varanlegu orku eru mjög lágar. Ef við myndum reikna þennan einstakling og varanlegu ekki út frá lágmarkslaunum, heldur út frá meðallaunum verkamanns, að þá myndi í raun þessi frádráttur fara úr 40% niður í 20% cirka. Og þá myndi bæturnar hækka verulega til þessa einstaklings. Og þá erum við bara að tala útreikning við meðallaun verkamanna, ekki meðallaun í landinu sinni. Við skulum setja þetta upp í dæmi sem mjög svipað tilvik í Nónasegs Ásgeirssonar. Barn slasast alvarlega og varanleg örorka þess metin 100%. Barnið fær 39 milljónir króna í heildarbætur. Af því eru 29 milljónir vegna varanlegrar örorku og sú upphæð meðal annars reiknuð út frá lágmarkslaunum. 15 milljónir dragast frá vegna framtíðarbóta frá Tryggingastofnun og því fær þetta barn 24 milljónir króna í sinn hlut. Ef miðað væri við meðallaun verkamanna líkt og Óðinn talar þá líti dæmið allt öðruvís út. Þá eru heildarbæturnar 72,5 milljónir króna,
þar af 63 milljónir vegna varanlegrar örorku. Þessar 63 milljónir skerða síðan 15 milljónir vegna framtíðarbóta frá Tryggingastofnun. Þá eru eftir 57,5 milljónir króna sem barnið fengi sinn hlut. Mismunurinn á bótagreiðslum í þessum dæmum því 33,5 milljónir króna. En afleiðingar slyssins snúast ekki bara Nóna Sæ. Svandís Þula lést í slysinu og foreldrarnir töldu sig eiga rétt á dánarbótum í gegnum heimilistrygginguna. Það eins og inn í heimilistrygginguna hjá mér og öllu fólki að ég best veit, það ákvæði dánarbætur. En það undanskilið ef það vélknúið ökutæki sem valdur á slysi. Með þeim ökum að þá í ábyrgðartryggingu og hinum bílnum að borga. Eina sem að ábyrgðartryggingu og hinum bílnum að borga, það útfararkostnaður. Mér finnst allavega að þetta vera, og fyrir utan það í mínu tilfelli þá reynda gilti ekki heimilistryggingin heldur vegna þess að hún þykir lögheimili hjá mér, þannig að það var ekki einu sinni það hefði dugað til, að börnin verði eiga lögheimili og svo að heimilistryggingin gildi. En mér finnst þetta bara lélegt auglýsingaskrum hjá tryggingafélögum að vera með þetta með þessum hætti. Að þeir geta skreitt heimilistrygginguna með þessum dánarbótum, en í raun og veru eru þeir, sjálfsagt í einhver tilfellum að borga út, en það ábyggilega mjög sjaldan. Það væri þá miklu nærfyrir að kalla þetta útfararstyrk eða eitthvað álíka. Með miskabætur í svona tilfellum að þær sem sagt voru greiddar út núna í desember, sem sagt 5 árum eftir slysið. Það svo merkilegt með það í skaðabótalögunum að það sem sagt ákvæði það ef að þú verður valdur að svona alvarlegum slysum að þá getur orðið þurft að borga foreldrum eða sem tryggingafélag viðkomandi þurfa að borga foreldrum miskabætur. En þá snýst málið það hvort að slysi verður af völdum gáleysis eða stórkostlegs gáleysis. Það vannst mál í Hæstarétti í sumar, þar sem foreldrar unnu svoleiðis mál, þar sem að málaferlin snerist þetta atriði, hvort að viðkomandi hefði verið valdur af slysinu gáleysi eða stórkostlegu gáleysi. Ég held að enginn sem lendir í svona spáir mikið í það hvort heldur það Og það náttúrulega þannig með svona miskabætur út á svona tilfellum. Það koma inn í peningar í staðinn fyrir hlutina. Þeir náttúrulega þessum fyrir þetta svona meira viðurkenning á einhverju að maður þetta hafi verið eitthvað verið gert sem ekki átt að gera. Ef það einhvers staðar hægt að hafa tryggingar skýrar, þá lítur það að vera hægt í barnaslysum. Það getur ekki verið flókið að hafa tryggingamál skýr í þeim efnum. En það ekki? Ekki í mínum huga. Og það afskaplega lítill stuðningur í sjálfum sér við fólk sem að missa allir börnin sín í slysum. Það þessar miskabætur ef þú getur sýnt fram á stórkostleg gáleysi. Og það langar engum til að fara að sýna fram standi í einhverjum málaferlum. Þetta eitthvað sem að fólk gerir. Stundum kannski einhver svona þörf fyrir það að oft finnur fólk sér eitthvað til að ég sökti mér aðeins í tryggingamáli til dæmis. Það var bara svona mín aðferð til að hjálpa mér í gegnum ferlið. Og þannig að peningar ekki að skipta máli. Það ekki það sem að horfa. Þetta miklu meira bara þetta ekki vera borgandi tryggingar út allt og svo þegar það lendir í einhverju þá eins og það skiptir einhver máli þá að borga tryggingar allt. Það allt inn þetta svona, ef þetta svona, þá þetta svona, ef þetta hinsegin, þá hinsegin. Það enginn farið yfir tryggingamáli sín og spurt hvað ef ég lendi í svona slysi, hvað skeður? Þá ef það skeður svona, þá þetta, ef það skeður hinsegin, þá það hitt. Þetta verður einhvern veginn allt svo og það nennir enginn að því. Þér fannst líka bréf og önnur samskipti við tryggingafélagið urðu kannski svona svolítið ópersónuleg og nöturlegar ekki. Getur útskýrt það fyrir okkur? Jú, það sem sagt þegar við fengum nú þessar miskabætur núna í byrjun desember. Þá sem sagt fáum við sem sagt kvittun frá tryggingafélaginu. Það sem segir eitthvað svona efnislega, ég man ekki orðalagið nákvæmlega en að þetta sé sagt loka uppgjör út af tryggingauppgjörið stílað á dótturfélaginu. Og það sem sagt orðað þannig að hún hafi þetta sé loka uppgjör fyrir vegna meiðsla sem hún var fyrir í umferðarslysi.
mér finnst svona, þetta var nokkuð einlega bara eitthvað skjal sem er einlega slegið afskaplega ópersónulegt og mér var nú svona hugsað til þess að sem tryggingafélög hafa nú auglýst tryggingar snúist fólk og mér fannst þetta nú svona ekki alveg vera það snúist ekki alveg allar ekki tilfinninga fólk sko, það er ekki sérstaklega það heilt að fá svona bréf það er ekki það væri svona hægt að hafa allavega annað skjal sem þeir að vera að borga út fólki sem hefur búin að missa einhvern það lítur að vera, getur ekki verið flókið fyrir tryggingafélögin að hafa sérkvað skjalið í tölvunni sko, það verður ekki og hvað sem náttúrulega skrifa hana sem tjónþola er náttúrulega afskaplega sérkenni, það er ekki hún sem var að fá eitt í neitt sko, það er ekki þetta eru miskabætur sem verða að greiða aðstandum en ekki þeim sem dáinir sko. Þannig manni fannst þetta svona afskaplega svona náttúrulegt bréf líka með að segja bara. En þér finnst þess að þetta kerfi allt og flókið, hvaða lærdóm hefur þú dregið að því að ganga í gegnum þetta allt? Fyrst og fremst að einfalda þetta kerfi. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að fólk geti farið ef það lendir í einhverjum og ég hef oft hugsað þetta kerfi líka út frá því sko, ég hef ekkert og ég sem er ekki neinu vandræðum að fólk geti farið á einhvern einn staðleikum helst eða verið hægt, það var einfaldast að þar sem þú ferð bara þrep úr þrepi eftir hvað kom fyrir þig og hvernig þú ert og hvað þú þarft. Það sem hjálpaði manni mest var söfnuna fyrir almenningi. Það er mjög erfitt að taka við svolítið penningum og þannig að það er sem sagt en í leið hjálpaði það sem hjálpaði manni mest og ég er mjög þakkláttur fyrir þetta sjálfum sér. En stundum hefur maður sagt svona kannski, er það kannski bara einfaldast að hafa kerfið bara þannig að við bara sleppum því að borga alla tryggingarnar og bara söfnum handa hvert öðru þegar eitthvað kemur fyrir. Það verður kannski bara einfaldast en ég svo kannski það kemur alltaf ósakjandlega út því þetta verður slys á mismunandi tímum og fólk hefur veikja mismikið athygli. Þannig að það var ekki, ég er ekki að mæla með því að fólk hætti þessu sko en mér finnst að það vantar að menn setjist yfir það og taki öll þessi kerfi, almannatryggingakerfi, lífeyrissjóðakerfi, tryggingafélögin, sjúkdóm- og líftryggingar, sjúkrasjóðina, stéttarfélögunum og búið til þannig kerfi að þetta haldi utan af fólk sem lendir í slysum. Yfirmenn VÍS vildu ekki koma í viðtal vegna þessa, þar sem þeir tjá sig ekki einstök mál. Þess maður svo geta að Ásgeir Jónsson hefur höfðað mál fyrir hönd Nóna Sæs gegn Tryggingastofnun ríkisins, þar sem þeir feðgar fá ekki hjálpartæki fyrir Nóna inn á heimili Ásgeirs, né fær Ásgeir greiddar umönnunarbætur sem foreldrar eiga rétt á. Ástæðan er svo að Nóni er með lögheimili hjá móður sinni og er það mat Tryggingastofnunar að það breyti engu þótt foreldrarnir fara sameiginlega með forsjá hans.